Komið sæl og verið velkomin í Suðurnesja Magasín. Fréttamenn Víkurfrétta hafa verið á ferðinni að undanförnu og í þætti vikunnar þetta helst. Og þar fyrir utan gott fyrir safnskipið Óðinn að halda öðru hvoru úr höfn. Svona skipum þarf að halda við og það best gert með því að halda út á sjó öðru hvoru. Þetta alltaf bara langt fram að vonum. Við erum að vinna þennan leik 2-0 í hálfleik. Nú bara að verja. Minningarathöfn fór fram vestur af Garðskaga föstudaginn 31. maí þar sem sjómanna sem hafa drukknað var minnst. Athöfnin fór fram borð í safnskipinu Óðni. Upphaflega stóð til að hafa athöfnina vestur af Stafnesi en vegna sjólags var athöfnin haldin úti fyrir Garðskaga. Það voru hollvinir safnskipsins Óðins sem stóðu fyrir athöfninni. Lagt var úr höfn í Reykjavík klukkan 9 að morgni þegar Vilbergur Magni Óskarsson skipherra hafði tekið á móti Guðna T.H. Jóhannesinni forseta Íslands sem tók þátt í minningarathöfninni. Það voru fleiri góðir gestir við athöfnina en Ásgeir Magnús Hjálmarsson, fyrrverandi skipstjóri úr Garði, var borð ásamt útsendara Víkurfrétta og fleirum. Við minningarathöfnina fór Sigurður K.R. Sigurðsson, prestur með blessunarorð, Guðni T.H. Jóhannesson, forseti Íslands flutti ávarp og það gerði einnig Vilbergur Magni Óskarsson skipherra. Í sameiningu vörpuðu þeir kransi í hafið með kveðju frá hollvinum Óðins. Með athöfninu var minnst allra sjómanna sem drukknað hafa á þessu svæði og leitast við að sýna minningu þeirra virðingu og votta aðstandendum þeirra samúð. Þá var minnst sérstaklega manna sem hafa farist á svæðinu frá Reykjanesi og að Stafnesi á árunum 1959 til ársins 1992. Egill Þórðarsson, loftskeytamaður, nefndi það sérstaklega 5 sjóslys og las upp nöfn allra þeirra manna sem fórust. Var hvítri rós varpað í hafið fyrir hvert þeirra. Hermóður fórst 18. febrúar 1959 með 12 manna áhöfn. Rafnkell GK 510 fórst 4. janúar 1960 með 6 manna áhöfn. Stuðlaberg NS 102 fórst 17. eða 18. febrúar 1962 og með honum 11 manns. Þorbjörn R36 fórst 25. ágúst 1965, 5 fórust en 1 maður komst lífs af. Sveinn Guðmundsson GK 315 fórst 10. september 1992 og með honum 3 menn. Já, við sigldum út og höfum smá athöfn til minningar þá sjómenn sem að farist hafa þarna á þessu svæði, má segja milli Reykjanes og Garðskaga. Þannig ákveðin árabili sem við vorum sérstaklega að taka fyrir en almennt vorum við að minnast bara þeirra sjómanna sem að farist hafa í Íslandsstrendur. Og það náttúrulega svona kannski líka hlutverk fyrir þetta skip að hreyfa það aðeins. Já, við notum náttúrulega tækifæri, við erum að halda skipinu gangandi, halda því lifandi og hreyfa það og það er búið að leggja gríðarlega vinnu í að hafa það og halda því ganghverfu og þess vegna er þetta kærkomið tækifæri til þess að halda því við og sigla því og sérstaklega í svona tilgangi. Það er nauðsynlegt að hreyfa svona skip? Ja, það er nauðsynlegt. Það grotnar bara niður ef því er ekki haldið lífandi og því er ekki siglt. Segðu mér svona aðeins frá þessum félagsskap sem er að halda utan þetta skip. Já, þetta eru hollvinir skipsins sem eru jafnframt eigendur þess og menn mæta flestir eru bara hér og konur eftirlaun og þeir eru gott að geta komið í félagsskapinn og sinnt þessu starfi. Og eru hér, flestir eru vélstjórar og vélstjórnarlærðir, þannig að það kemur sér vel að hafa svona tæknimenn í þessum starfum. Og forsetinn hefur verið duglegur að leggja ykkur lið og taka þátt í starfinu ykkar? Já, hann hefur komið með okkur og sinnt þessu mikinn áhuga og við erum mjög stoltir og ánægðir með það. Hann hefur komið okkur bæði þegar fórum til Grindavíkur og eins þegar fórum til Vestmannaeyja síðast ári og svo núna og okkur þykir rasklega vænt það. Hann er náttúrulega svona að grúska í sögunni ykkar líka. Jú, hann er náttúrulega sagfræðingur og er að grúska í sögunni og augljóst að hann nýtir þetta tækifæri þegar hann kemur hér og
svona svolítið lifna við þessi gamla saga sem að þetta skip með sér. Eitthvað svona stórt framundan hjá okkur? Það nú ekki alveg svona komið á hreint en okkur var boðið til Færeyja á sjómannadag Færeyinga sem í 17. ágúst og við erum svona að skoða hvort að því gæti orðið. Það ekki alveg komið í ljós eða þá. Hvernig afliði fjár til þess að svona halda þessu? Þetta átt að kosta einhverja milljónir. Já, sko, við fáum styrki til þess að sigla skipinu. Þá er það almennt bara útgerðir og einhver velviljaðir sem hafa hjálpað okkur til þess að það geti orðið veruleika. Svo hefur við fengið fjárframlag frá ríkinu til þess að sjá viðhald og það fé hefur eingangu farið í að kaupa varahluti og tólutæki sem við þurfum til þess að bara halda skipinu við. En öll vinna í sjálfboðinu. Öll vinna sem vinnur hér í skipinu er í sjálfboðinu. Og menn eru hérna mættir sumir 7 á morgnana og fara kannski seint heim? Já, það eru sumir sem að vinna hérna og sérstaklega eitt svona sem drifjöður í þessu, hann mætir hérna klukkan 7 á morgnana og hellir upp á kaffið og hann þrifið skipi hér eina skip, svo alveg hátt og látt hverju viku. Og svo eru henni vélstörðinni mæta hérna bara klukkan 8 á mánudagsmótnum og vinna hérna svona framöndir og framöður hádegi og sumir mæta aðra daga líka. Þannig að þetta er heilmikið starf sem hér er unnið. Hvernig svona að umgangast þetta skip og svona vitandi söguna og svona, eins og segið, það kannski ekki hefðbundið vél í þessu skipi, þetta er gömul tækni sem að menn að halda sig við í? Já, þetta er gömul tækni og ágætt að geta haldið þessu við og halda við þekkingunni á því að sigla svona skipi. Þetta er allt saman, maður segja svona eins og kallast manuált, þetta er bara verið með telegraf og þannig að vélinu stjórnar bara niður í vél. Maður gefur bara fyrirmæli gegnum vélsímann uppi og vélstjórnir stjórnar svo vélinni og stýrið er bara handstýrt og það er ekki siglingatölva, þannig að þetta er allt saman alltaf gamla mótan. Guðni T.H. Jóhannesson, forseti Íslands, tók þátt í athöfninni úti fyrir Garðskaga. Þetta í 3. sinn sem hann fer í siglingu með Óðni en hann hefur áður farið með safnskipinu frá Reykjavík til Grindavíkur og Vestmannaeyja. Já, þetta var virðingaverð athöfn og ég þakka þeim sem skipulögðu hana og stóð að henni og þar fyrir utan er gott fyrir safnskipið Óðinn að halda öðru hvoru úr höfn. Svona skipum þarf að halda við og það er best gert með því að halda út á sjó öðru hvoru. Áhöfnin samhent. Ég lækka meðalaldurinn aðeins en þetta eru miklir sómadrengir og mér finnst heiður af því að hafa fengið að taka þátt í þessari fallegu athöfn sem hér var undan Garðskaga. Og þetta alls ekki fyrsta skipti sem þú ferð með Óðinsmönnum? Nei, ég hef haldið með þeim áður og fór til Eyja eitt sinn og til Grindavíkur á sjómannadag og á góða minningar þær ferðir. Sjóveikin gerði aðeins vart við sig en ekki svo mjög að maður geti ekki spjallað við þig og notið hér veitinga á eftir og spjallað við þessa gömlu kempur því að nú er ég í þeim sporum að taka upp þráðinn þar sem frá var horfið og skrifa sögu landhelgismálsins og hér borð eru allmargir sem komu við sögu þar í þorskastríðum og gaman að rifja þá daga upp. Er þetta ekki skemmtilegt verkefni að grúska í þessu? Heldur betur og þetta er þjóðarsaga og drjúgur þáttur í landhelgismálinu er atbeini gæslumanna en auðvitað þurfti meira til. Það dugði ekki eitt og sér að klippa á tógvíra hjá Bretanum. Það þurfti að semja og það þurfti að njóta þess að alþjóðalög voru að þróast okkur í vil og þar fram eftir götunum. En eins og ég sagði, stór hluti sögunar gerist á hafi úti og okkar menn stóðu sig í stykkinu. En þetta er kannski ekki endilega bara hetjusaga. Þetta hlýtur að hafa verið mjög erfitt fyrir þessa menn sem voru í þessum aðstæðum. Það var það og ágreiningur í innanlandspólitík til dæmis, hvenær átti að semja, hvenær átti að sýna hörku. Nú stundum voru skipherrar okkar full ákafir í að
klippa og sýna hvað þeir gætu að mati embættismanna eða stjórnmálamanna í landi og stundum jukust áhyggjur yfir framtíð NATO og veru Íslands í því bandalagi, hvort fiskveiðideilurnar hefðu áhrif á það. Þannig allt blandast þetta saman og gaman að geta ofið þá þræði saman í eina frásögn og núna eftir 1. ágúst munum mér gefast meiri tími til þess að sinna þessari skemmtilegu sögu. En hefur eitthvað náð að vera grúsk í þessu síðustu 8 ár? Já, það nauðsynlegt fyrir hvern og einn í annarsumu starfi að hafa eitthvað til að dreifa huganum. Sumt fólk syngur í kór, aðrir arka upp á fjöll og ég skrifa sögu landhelgismálsins og það hefur verið stund milli stríða og nauðsynlegt í amstri dagsins að hverfum stundin í annan heim. Þannig að ég hef litið á þetta líka sem svona leið til þess að hlaða rafhlöðurnar og þykir það alltaf jafn gaman og vona svo að lesendur njóti af rakstursins. Já, þú hefur verið duglegur að heimsækja Gæsluna, þú fórst meðal annars með þeim óvænt í björgunarleiðangur. Já, eitt sinn var það svo að til stóð að hafa minningarstund á Patreksfirði vegna krapaflóðana sem þar féllu á sínum tíma og þar ætluðu varðskipsmenn að vera og ég líka og ákvað að fara með þeim frá Grundarfirði. En sem við erum, já, ætlum við höfum ekki verið undan Látrabjargi eða svo, berast þau skilaboð að Hrafn Sveinbjarnarson sé í vanda staddur á halamiðum, vélarvana og aflvana og ísuröndin nálgist. Og ég segi ekki að þá hafi góð ráð verið dýr, en það lá í augum uppi að halda beint þangað frekar en að sigla til Patreksfjarðar. Þannig ég man að skipherrann bankaði ofur varlega á hurð mína 4:00 á nóttu eða svo og sagði að auðvitað ætti ég að hafa síðasta orðið en nú hefði þessi beiðni borist og hvort hann vildi að það yrði skotist með mig til Hafnar fyrst og smá tími myndi vissulega glatast við það en ég var nú fljótur að taka af honum orðið og sagði nei, við höldum á vettvang og sem betur fer fór allt vel eins og var nú fyrirsjáanlegt. Það var engin voði í vændum en mér þótti mjög virðingavert og væntum að sjá þau fumlausu vinnubrögð sem menn við höfðu þarna. Það var reynt að setja taug í togarann og svo reyndist nú endirinn vera sá að hann komst með eigin vélarafli til Ísafjarðar, mun ég rétt. En ég nota kannski tækifærið og sendi hlýjar kveðjur til allra skipverja á Hrafni Sveinbjarnarsyni og auðvitað til Grindvíkinga sérstaklega. Ég leyfi mér að segja það að ég hygg að fyrir utan hörðustu valsara hafi landsmenn haldið með Grindvíkingum í körfubolta karla og nú gís enn eina ferðina og framtíðin enn eins óviss og hún hefur verið undanfarin misseri. Þannig að við hugsum sem fyrr hlýtt til Grindvíkinga. Úti á Álftanesi þykir okkur búbót að Grindvíkingar sem hafa ákveðið að eignast ný heimili vilja gjarnan flytja til okkar og eru svo sannarlega velkomnir. Við vitum að í Grindavík býr sóma fólk og svo verðum við að sjá hvað framtíðin ber í skauti sér, hvort og hvernig og hvenær við vitum hvernig framtíð Grindavíkur verður. En það sama sagan, við ráðum ekki við ægimátt náttúruaflanna en við getum stýrt í hvernig við bregðumst við og við eigum einvala lið. Ég hef nú orðið var við það, einvala lið sem hefur rutt upp varnargörðum og við sjáum nú hvaða gildi í þeim. Nú vísindafólk sem rýnir í öll teikn og lætur vita þegar hérna búast má við frekari jarðhræringum, björgunarsveitamenn, heimafólk í Grindavík.
við megum vera stolt af því að eiga allt þetta fólk að sem til taks þegar á þarf að halda og að því við erum nú í bæði varðskipi og björgunarskipi þá hugsa ég mig til þess hvað mörgum mannslífum hefur verið bjargað af þeim sem hér hafa verið í áhöfn og á öðrum skipum gæslunnar og þyrlunum, flugvélunum. Þannig að Landhelgisgæslan stendur hjarta okkar Íslendinga nærri. Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Víkurfréttir endurvöktu tippleikinn í vetur, en hann hafði verið í pásu síðan í kringum aldamót. Tippleikurinn gengur út á að setja merki 1x2 við leiki í enska boltanum. Verðlaunin voru ekki á síðri endanum, ferð til London á úrslitaleikin í enska bikarnum á Wembley. Liðin sem mættust voru Manchester-liðin United og City. Það var Njarðvíkingurinn Hámundur Örn Helgason sem bar sigur úr bítum, en leikurinn var þannig að 2 tipparar mættust og sigurverinn hélt áfram og mætti nýjum áskoranda. 4 enduðu efstir og eftir undanúrslit og svo úrslit stóð Hámundur á tindinum. Þetta geggjað stuð sko, það er erfitt að syngja ekki með. Það áttur að vera ekki United maður, þá er þetta gaman, ég viðurkenni það. Já. Þú oft komið á Wembley en aldrei á úrslitaleik. Aldrei úrslitaleik og ekki svona þétt setið völl eins og verður eftir sko. Þetta verður einhver veislan sko. Og menna, þetta rosalega, það gaman að upplifa þessa stemningu. Bretandi kunna þetta, það sungið bara hástöfum. Ja, þetta fyrirmyndar, það bara svoleiðis. Við erum alltaf að færast nær Íslendingar í þessu og bara það þarf að búa til alvöru stuðningssveitir í kringum þessi lið. Já. En sko, núna ertu með ágætis samanburð, þú ert búinn að fara oft út á Wembley þegar Tottenham þurfti að spila þar og hefur komið á heimavöllinn hjá þínum mönnum. Er þetta meiri söngur hérna hjá United stuðningsmönnum heldur en Tottenham, eða er þetta svona allstaðar? Þetta er svona allstaðar, Tottenham eru engu líkir sko, Tottenham menn, þeir kunna þetta líka, en það er meiri háaði hér núna. Þetta úrslitaleikur. Og er þetta jafnvel sömu lögin sem þessi stuðningsmenn að syngja alltaf? Þú veist, bara breyta textunum yfir í Tottenham söngum á? Já, það er Red Army og White Army og þetta allt saman sko, þannig að þetta er mjög svipað. En það er alvöru læti hér. Og hver tilfinning þín fyrir leiknum? Ég ætla að segja við, United. Þú ert United maður í dag? Í dag, við vinnum 1-0. Það verður hörku, við sitjum aftur og beitum einnig góðri skyndisókn og ef ekki að segja bara Antoni. Antoni á öllu? Já, gegn öllu sko, hann setja hann. Það er vonast þetta góða leik. Gekkja. Keflvíkingarnir Jón Halldór Eðvaldsson og Marín Rós Karlsdóttir voru líka mætt á The Torch sem pub rétt hjá Wembley. Sagan segir að það eigi að reisa styttu af Marínu við Old Trafford, heimavöll Manchester United. Þú ert í réttum búningi og ertu þetta United? Ég myndi segja að það eigi nánast að reisa styttu á þér fyrir utan Old Trafford að þú ert búinn að ná að snúa manninu Jóni Halldór Eðvaldsssyni. Hvernig gekk það, segirðu? Sko, í rauninni ekkert óslega erfitt. Ekkert erfitt? Nei, hann hélt með Liverpool. Gerði það ekki, sko. Já, þetta bara búið að vera misskilningur hjá honum allan tíma? Já, sérst Keflavík og Manchester United það sama fyrir mér hérna á milli. Þannig að þetta var mjög auðvelt. Jón, ertu sammála þessu? Bara alls ekki. En stundu þá segist ég halda með Manchester United þegar konin í svefnherbergi. Já, Já, skilu hvert ég að fara. Þú átt ekki ásmið á Anfieldina? Nei, en já, það er business, elskan, það er business. Já, en sagan segir, þú ferð oftar á United-leiki heldur en Liverpool. Já, það er endar hálfrétt. Sagan lífur ekki. Nei, sagan lífur ekki, það er hálfrétt. En ég var beðinn að koma hérna út og fara á en úrslitaleik til þess að hjálpa ykkur yfir línuna. Og ég ætla að standa við það. Já, þannig að þú ert United maður í dag? Í dag, 100%. Allar í búning? Nei, ég passi ekki í hann. En við erum náttúrulega titla óg. Já, náttúrulega Búin að vinna 3 á Íslandi, að taka 1 hérna í viðbót í Englandi. Búin að bara búið að vera stöðugur fagnuður síðan að Keflavíkurliðið, kvennaliðið landaði Íslandsmeistaratitilinn. Það er búin að vera stöðugur fagnuður síðan við tvöfaldir bikarmeistarar. Já. Smá pása, en já, síðan á miðvikudaginn. Já, þá er ekkert inn í myndin að fara að hætta þessari sigurgleði í dag. Við ætlum að taka, hvernig verður þessi leikur í dag? 3-1. Hæ? 3-1. 3-1 fyrir United? Já. Það var kátt á hjalla hjá okkur félögunum. United komst yfir á 30. mínútu
og blaðamanni tókst að mynda rétt áður en allt var brjálað í rauða hluta Wembley. United var komið í 2-0. Við Hámundur tókum svo spjall í hálfleik. Þetta náttúrulega bara langt fram að vonum. Við erum að vinna þennan leik 2-0 í hálfleik. Nú bara að verja. Sko það kom fram í greininni þessar tipseðilinn að þú værir að íhuga að snúa bara alfarið baki við þínum mönnum og hérna ertu í United búning. Erum við að tala að það sé búið að fæðast í stuðningsmaður? Við skulum segja allavega lið númer 2. Ef við ekki segjum það bara, lið númer 2. Ég sætti mig á það. Þetta ok, en einhverstað segir að það eigi nú ekkert að fagna sigri fyrir að svo feita syngur. En staðan 2-0, þetta lítur vel út fyrir United og ég náttúrulega United stuðningsmaður og þú líka í dag. En sko þegar þú svona áttar á því að þú hefðir unnið þennan tippleik, menna er þetta ekki langt umfram þær væntingar sem þú hafðir fyrir leiknum? Algjörlega, þetta svo gaman. Þetta svo frábært. Wembley, Wembley, where the famous Man United and we're going to Wembley, Wembley. Þetta bara geggjað og við erum að tala bara alvöru leik. Við erum að tala þú veist, að móti besta liði í Evrópu, ef ekki heimi. Í heimi líklega. Og við erum bara að vinna 2-0 í hálfleik og við bara tökum því. Já, menna, og það er rosaleg stemning að vera bara í stúkunni með þessum gauðurum sem að syngja allan daginn og við erum að syngja með. Hvort við kunnum textana, það breytir ekki máli, við klöppum allavega. Við erum á besta stað, við erum bara á, við erum í pittinum eins og þau segja. Við erum bara á langt besta stað í stúkunni og þetta svo gaman. En, segðu mig, þegar ég hringdi í þig einhvern mann í október, nóvember og einhver bent á þig sem næsta áskoranda í þessum tippleik. Hvað var það fyrsta sem þú hugsaðir? Ég gerði mig ekki einu svona grein fyrir að þetta var eitthvað sem var möguleikinn sko. Að fara á úrslitaleiki á FA Cup sem bara geðveikt. Ég bara fór í þetta til þess að hafa gaman og svo er maður svo getspár. Já og svo kom upp dálítið skemmtilegt moment á það þegar ég fékk að fara inn með mína tösku. Baby Garaccio! Baby Garaccio! Það átti að stoppa mig með töskuna sem var með þessu mikrofón hérna og ég fór í viðtal hjá einhverjum manni og hann spurði mig hvort ég væri með lyfin mín. Já. Og ég byrjaði að segja nei en þú sagði, hvernig orðaði það? Það sagði, you should have said yes. You should say yes. Það bara nauðsynleg lyf sem þú þarft að taka með. Já, þannig að við náðum að smygla töskun inn og er það ekki bara sama fyrir þig? Þú stóðst frammi fyrir þessum valmöguleika, þannig síðasta vetur á ég að vera með? Já, ég er bara með. Akkurat, það er bara svo leiðis. Herðu, en svona aðeins kannski bara Hámund, þú ert, hvar ertu fæddur? Fæddur og uppalinn? Ég er fæddur í Reykjanesbæ. Já. Það er Keflavík? Nei, Reykjanesbæ. Og já, og að mestu leyti uppalinn þar og svo á Blönduósi fyrir norðan. Já, fæddur hjá sjúkrahúsið í Keflavík, elst upp í Njarðvík, en flytur síðan ungur á Blönduós. Já. Þar bjó ég alveg hátt upp í 10-12 ára ævi sko. Já. Þannig ég er svona 50-50, Blönduós, Njarðvík. Já. En hvenær fluttur síðan aftur til Njarðvíkur? Ég flutti núna síðast bara 2019. Ég og konan eignuðust barn og þurftum við svona að velja hvar við ætlum að búa. Já. Þannig að við ákveðum að skella á frábæra íbúð í Reynidalum í Njarðvík og ég fekk strax vinnu og heppinn fekk strax vinnu sem þjálfari þar í fótboltanum. Já, er þinn grunnur íþróttir, þannig séð? Já, það er þannig. Ég lærði íþróttafræði á Laugarvatni eins og margir. Já. Og hvað, og mér finnst þetta fróðlegt að við erum alltaf búin að vera hérna, kynnast bara þessa helgi og hvað, þú varst búin að sækjum nám hérna bara í Wembley háskóla sem sporting director. Já, ég svo sem sótt ekki en við fórum hérna að skoða og ég og einn félagi minni frá Laugarvatni, við komum hérna sérstaklega til þess að skoða aðstæður og þetta er mekka fótboltans, það er bara svoleiðis. Þannig að þetta heilla okkur mikið en svo breytust leiðir. Og í dag, hver er þín staða í dag hjá ungmennafélagi Njarðvíkur? Ég er íþrótta- og framkvæmdastjóri Njarðvíkur, ungmennafélagsins.
og bara mikið fjölgun í Njarðvík og við erum rosalega spennt fyrir framhaldinu. Við erum að tala nýtt íþróttahús fyrir körfuna, mögulega það er verið að skoða aðstæður hjá afreiksbraut hjá fótboltanum sem verður þá aðstæða félagsins í heild, þannig að þetta er rosalega spennandi tímar framöndan. Bara góð, spennandi tímar framöndan og Njarðvík náttúrulega, einn af risunum í bara körfunni. Hvað með fótboltan í Njarðvík? Hvenær munum við sjá Njarðvík í efstu deild? Við erum bara vonstinn núna, eins og staðan í dag, þá erum við efsta sæti. Þannig að við viljum bara, við erum að byggja þetta upp, hægt og rólega, komið öflugst kvennastarf upp, alla yngri flokka og bara, það er verið að reyna að miða hátt. Já, menn ykkar metnaður alltaf þannig, þið viljið bara stefna hægt að hæði. Það er bara svoleiðis, en samt á góðum grunni. Hvað segir þú þessa umræðu, margir bara Reykjanesbær, í dag heitir þetta Reykjanesbær, margir vilja bara sjá bara eitt öflugt lið í Reykjanesbær. Hvar stendur þú þar? Ég er ekki þar eins og en það er bara gaman að skoða hvernig hlutinni þróast. Ég vil bara best fyrir börnin og iðkendur. Og svo náttúrulega erum við alltaf að leita árangri, en eins og þá held ég að við séum mjög öflug í sitt hvoru lagi, eins og Já, menna, núna voru lið þessara félaga í Reykjanesbæ í úrslitum hjá konunum og menna Njarðvíkur kallaliði var mjög stutt frá því að vera í úrslitum kallamegin og þar með hefði þetta verið bara Suðurnesja rimma alveg. Þannig að þú ert frekar þar að bæði liðin sýni bara sama metnað. En hvað, jafnvel sameining þá kannski niður í yngri flokkana eða? Ég bara hjálpist þegar þar þarf að halda, sko. Og við erum bara, það er stórt bæjarfélag, ég held að sé alveg pláss fyrir 2 félög. Bara gera það vel. En, þannig við endum þetta kannski bara á, við erum staddir á Wembley og þú ert búinn að fara mjög oft á Wembley, eða ekki? Þú ert stuðningsmaður, sýndu tattúið. Þú ert stuðningsmaður Tottenham, sýndu tattúið. Hefur næstu verið laminn fyrir að bera þetta tattú í Arsenal-hverfi. En þú ert Tottenham-maður og hefur oft komið á Wembley þegar Tottenham var með þennan völl sem heimavöll með þeir voru að smíða nýja. En menna, er ekki sjúklegt að vera þetta dag? Þetta er allt öðruvísi, sko. Við verum að tala venjulega deildarleiki, Evrópuleiki. Ég fór á 3 leiki með Tottenham þegar við vorum hér. Og þá er partur á stúkunni lokaður. Þetta 90.000 manna leikvöll, sko. Það er 30.000 meira heldur en Tottenham er með á vellinum sínum dag sem er samt stór. En þetta er eitthvað annað. En að sjá stúkuna bláa öðrum megin, rauð hinum megin. Sko, ég veit ekki með því, ég er auðvitað, ég er bara hlutdrægur og við heyrum kannski ekkert hvað gerist hinum megin, en við hefðum nánast geta byrjað gamla góða íslenska sönginn, það heyrist ekki raskat. Akkurat, við höfum getað tekið Grindavík á þetta, það er bara svo leiðis. Já, káringarnir byrjuðu með þetta held ég, þegar okkur er saman hvað gott kemur. Þetta er frábært, við erum bara, stúkan er rauð. Stúkan er rauð. Og eigum ekki að vona að þetta endi svona þá er vitað hver blæðir á barnum í kvöld. Við vonum það að Sippi vinni þetta í kvöld. Frábært, takk fyrir. Allt ætlaði koll að keyra í leikslok og var fögnuður stuðningsmanna United fölskalaus. Lætin voru þvílík og slík að ekki var hægt að taka spjallið þar. Svo við skelltum okkur á The Wembley Whiskey Dune sem er frábær pub við hliðina á þessum sögufræga leikvangi. Þetta var bara, tjóðið var þetta gaman. Þetta var bara eitt skemmtilegasti leikur sem ég hef farið á. Og þú ert búinn að mæta á nokkra leiki, þú ert oft farið á Wembley, en var þetta bara eitthvað nýtt eða? Þetta var bara allt annað, sko. Þetta var bara að fara á úrslitaleik, það er bara eitthvað, ég leiði mig svo mikið inn í þetta. Já, ég satt á hliðina og þú varst í bara rauðri United treyju sem afiðinni komið með og ég hafði á tilfinningunni og var bara að fara að standa við stóru orðin og snúa bakinu bara alfarið við þínum mönnum, það var ekki alveg svoleiðis en... Ekki alveg, ég treysti mig ekki alveg í það. En bara, þú veist, ertu ekki í skýjónum með þetta? Jú, þetta var frábær ferð, algjör snill. Bara, nú skora ég bara á einhverja aðra að reyna að vinna mér.
Já, það er spurning hvort þú fáir að taka þátt að ári, en ef að kalli kemur þá ertu væntanlega klár. Þannig að þú ert bara í skíunum með þetta. Þetta var geggjað. Frábært. Takk kærlega fyrir mig. Bara, verður góður. Kæru vinir, við byrjum á því að við signum okkur í nafni Guðs, Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Biðjum, heilagi himneski Faðir. Við komum hér saman til að minnast drukknara sjómanna. Við þökkum þér fyrir nærveru þína og vernd og við minnumst orða Krists að hvar sem 2 eða 3 eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við biðjum þig, Drottinn, að vera hér með okkur eins og þú hefur heitið og blessa okkur þessa stund í Jesú nafni. Amen. Kæru vinir, við höldum í þessa siglingu til þess að minnast þeirra sem drukknuðu með skipunum Hermóði 18. febrúar 1959, Randkeli GK 510 4. janúar 1960, Stuðlabergi NS 102 17. til 18. febrúar 1962, Þorbirni RE 36 25. ágúst 1965 og Sveini Guðmundsssyni GK 315 10. september 1992. Já, við minnumst þeirra sem hlutu vota gröf hér á þessum slóðum og leið allra þeirra sem látið hafa lífið við Íslandsstrendur. Degi eftir Hermóðslysið voru felldir niður deildarfundir á Alþingi en minningarfundur haldinn í sameinuðu þingi og degi eftir samskonar fund vegna þess að þá höfðu borist fregnir af því að togarinn Júlí hefði farist. En á minningarfundi þá sem drukknuðu með Hermóði fór forseti þings með minningarorð og meðal annars þessi vísu orð: Helfregnir berast nú dag eftir dag, dauðans er mikilvirk hönd, úthafið syngur sitt útfarar lag, öldurnar grenja við strönd. Íslenska þjóðin er harminum háð, hrópar í neyðinni á guðlega náð. Blessunarlega hefur öryggi sjófarenda aukist til muna undanfarin ár. Árið 2008 mun hafa verið fyrsta árið sem við vitum að enginn lést við Íslandsstrendur. Við skulum ætíð keppa því að auka öryggi sjófarenda hér við land, en leið heiðra minningu þeirra sem látið hafa við lífið við skyldustörf og á hafi úti. Já, blessuð sé minning þeirra allra og hugsum hlýtt til þeirra sem mist hafa ástvini í slysum við Íslandsstrendur. Ég þakka ykkur sem komið að þessum viðburði, sem hafið undirbúið hann og staðið að honum, og ég veit að ég mæli þar fyrir hönd okkar Íslendinga allra. Takk ykkur fyrir. Við erum hingað komin til að minnast þeirra sjómanna sem farist hafa við strendur Íslands og varpa blómum í hafið í minningu þeirra. Fyrir hönd áhafnar og hollvinu Óðins vottum við aðstandendur þeirra sjómanna sem hvíla í votri gröf okkar dýpstu samúð. Já, við minnumst allra sjómanna sem farist hafa við Íslandsstrendur. Þess utan viljum við, eins og forseti sagði, sérstaklega minnast manna sem farist hér í nágrenni Stafness frá árinu 1959, einu skelfilega slysa ári. Hermóður 18. febrúar 1959. Vítaskipið Hermóður hafði verið á bátagæslu. Það hann var aðstoðarskip fyrir vertíðarflotann í Vestmannaeyjum fyrir Landhelgisgæslu Íslands
og var á heimleið til Reykjavíkur. Skipið fórst með allri áhöfn 12 manns í suðvestan aftakaveðri út á Kirkjuvogi aðfaranótt 18. febrúar 1959. Þeir sem fórust voru Ólafur G. Jóhannsson skipstjóri, 41 árs, Sveinbjörn Finnsson, fyrsti stýrimaður, 24 ára, Eyjólfur Hafstein, annar stýrimaður, 47 ára, Guðjón Sigurðsson, fyrsti vélstjóri, 40 ára. Þetta var Guðjón Sigur Jónsson. Guðjón Sigurðsson, annar vélstjóri, 65 ára. Birgir Gunnarsson Matsveinn, 20 ára. Magnús Ragnar Pétursson Háseti, 46 ára. Jón Björn Sigurðsson Háseti, 19 ára. Kristján Friðbjörnsson Háseti, 27 ára. Davíð Sigurðsson Háseti, 23 ára. Einar Björnsson Háseti, 30 ára. Og Helgi Vatnes Kristjánsson, dagmaður í vél, 16 ára. Hrafnkell GK 510 fórst 4. janúar 1960. Línubáturinn Hrafnkell GK 510 úr Garði fórst í slæmu veðri með allri áhöfn 6 manns í fyrsta línuróðri vertíðarinnar aðfaranótt 4. janúar 1960, líklega út á Stafnesi eða Kirkjuvogi. Þeir sem fórust voru Garðar Guðmundsson skipstjóri, 41 árs, Björn Antoníusson stýrimaður, 31 árs, Vilhjálmur Ásmundsson fyrsti vélstjóri, 33 ára, Magnús Berentsson Matsveinn, 42 ára, Jón Sveinsson Háseti, 36 ára, Ólafur Guðmundsson Háseti, 36 ára. Stuðlaberg NS 102 fórst 17. eða 18. febrúar 1962. Síldarbáturinn Stuðlaberg NS 102 fórst með allri áhöfn 11 manns í slæmu veðri undan Stafnesi 18. febrúar 1962. Síðast heyrðist til bátsins að kvöldi 17. febrúar hann var undan Selvogi. Þeir sem fórust voru Jón Hildiberg Jörundsson, skipstjóri, 32 ára. Pétur Þorfinnsson, stýrimaður, 30 ára. Kristján Jörundsson, fyrsti vélstjóri, 34 ára. Karl Jónsson, annar vélstjóri, 28 ára. Birgir Guðmundsson Matsveinn, 39 ára. Stefán Elíasson Háseti, 39 ára. Guðmundur Ólafsson Háseti, 33 ára. Gunnar Valberg Laxfoss Hávarðarsson Háseti, 17 ára. Örn Ólafsson Háseti, 22 ára. Kristmundur Benjaminsson Háseti, 33 ára. Ingimundur Sigmarsson Háseti, 31 árs. Þorbjörn
RE36, 25. ágúst 1965. Trollbáturinn Þorbjörn RE36 fórst 24. ágúst 1965 við Kinnaberg með 5 mönnum. Einn maður komst lífs af. Þeir sem fórust voru Guðmundur Falk Guðmundsson, skipstjóri, 52 ára. Jón Ólafsson, vélstjóri, 27 ára. Hjörtur Guðmundsson, háseti, sonur skipstjórans, 15 ára. John Henderson, háseti, 21 árs. Kais Ímeres Valerian Grón, matsveit, 22 ára. Sveinn Guðmundsson, GK 315, fórst 10. september 1992. Rækibáturinn Sveinn Guðmundsson, GK 315, fórst skyndilega í sæmilegu veðri með allri áhöfn 3 mönnum norðvestur af Eldey 10. september 1992. Þeir sem fórust voru Þorsteinn Einarsson, skipstjóri, 66 ára, Ásmundur Steinar Björnsson, 39 ára, Svavar Páll Óskarsson, 53 ára. Drottinn Guð, við höfum nú minnst látinna sjómanna. Við treystum því að þú hefur tekið á móti þeim hverjum og einum í dýrðaríki þitt og að nú hvíli þeir í náðarfaðmi þínum. Ver þú náður þeim og öllum þeim sem líf þeirra var tengt ástúðarböndum og að þau muni á efsta degi öðlast með þeim upprisu og eilífan fögnuð í ríki þínu. Við felum þér öll bænarefni sem á okkur hvíla á þessari stundu og byggjum saman fyrir þeim og hvert fyrir öðru. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldurlautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Drottinn blessi þig og varðveiti þig, Drottinn láti sín ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur, Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið í nafni Guðs, Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Leiðu við þökkum fyrir áhorfið, viljum við minna á aðra miðla Víkur frétta. Við erum að gefa út okkar vikulega fréttabla í hverri viku. Skrifum fréttir á Víkurfréttavefinn á hverjum einasta degi. Skrifum golffréttir á kylfingu.is og þið megið endilega vera í sambandi við okkur og senda okkur hugmyndir á VFF hjá vff.is. Blaðið liggur frammi á 30 dreifingarstöðum á Suðurnesjum en líka á nokkrum stöðum á höfuðborgarsvæðinu, í Nettó úti á Granda og í Mjódd, í Fjarðarkaupum og í Salalaug í Kópavogi. Já, aðeins meira á höfuðborgarsvæðinu, í fyrsta skipti reyndar. En við þökkum fyrir okkur á sinni, fylgist endilega með okkur. Takk fyrir að horfa, verið sæl.